too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Fullvalda hlustendur, þetta laðarpið tveir á toppnum, þáttur hashtag 162 og það eru vísjáveri tímar, þannig að við ætlum að breiða út af hefðbundinum dagskrá og tala nei eða já og væntanlega mun meiri hluti íslensku þjóðarinnar staðfesta það í þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun að hann er heimskur og hattar bætt lífskjör. En til þess að ræða þetta höfum við fengið alþjóða stjórnmálafræðinginn Odd Ævar Gunnarsson. Almáttur. Hverju aðrir hefur gert heilan þátt nema ég og þú, Tóti, nei eða já kvikmyndir? Er það ekki þemað í dag? Jú. Ég kom hérna hlaðinn með nei eða já myndum. Já. Og svo hendur við svona nokkrum svona sjálfstæðismyndum. Já. Patriot og Independence Day. Já, ég ætlaði að byrja að ræða Patriot. Já, með Mel Gibson. Og hérna Heath Ledger gleymist að hann var í henni. Já. Það er skrítið að mér finnst að vera geggjumyndið það. Nei, ég held ekki. Þú veist, Jason Isaacs, heitir hann ekki? Leikur vondakarl? Jú, hérna Malfoy. Já, Malfoy. Lucius Malfoy. Senior. Hann leikur ekkert eðlilega vondan breyta. Já. Og Mel Gibson náttúrulega, þetta er eiginlega sama myndin, en ekki Patriot. Þetta er eiginlega sama myndin og Braveheart. Já, bara ekki skota. Nefn að gera í Bandaríkjunum. Og hann einhvern veginn, mann í myndin, hann vill hann aldrei fara í stríð, en svo alltaf verið að drepa fjölskyldunar. Breytarnir alltaf að drepa fjölskyldunar. Já, og hvað gera með það? Já. Þá náttúrulega taka menn upp kindilinn og sverðið og fara í stríð sko. Já. Það er einhvern veginn bara þannig. Já. Við munum þurfa að gera þetta þegar Evrópusambandið fyrir að drepa fjölskyldur okkar. Þegar jái kemur á laugardaginn, þá þurfum við þá verða skip hérna á sunnudeginum, skip út allt, tilbúin frá Evrópusambandinu, tilbúin til þess að veiða fiskin okkar. Já, taka rafmagnið. Og taka rafmagnið. Okkur er stungið í samband strax á sunnudaginn. Já, en þetta er þáttur 162 og hann er tekin upp í blíðskapaveðri föstudaginn 27. ágúst. Aldrei vekja mig. Ég held að þetta er útborgunardagur. 28. 28. Já, eða þjóðaratkvæðagreiðsla á morgun. Það er þjóðaratkvæðagreiðsla á morgun. Ég er í vaktafrí í dag. Guð blessi mig allar vættir. Og takk fyrir það. Ég held að þetta væri útborgunardagur, Tóti, þegar venjulega við sem vinnum í einkagernum. Nei, 31. er á mánudaginn. Frábært, þannig ég fæ ekki útborga fyrir á mánudaginn. Hvernig á ég að lifa þessa helgi af? Ekkert kaffi og bjór fyrir því. Hvernig á ég að lifa þessa helgi af? Það er náttúrulega hættulegt, mjög hættulegt þegar að útborgunardagur er á föstudegi sko. Og þegar það er sól í lofti og svona, þetta er hættulegt. Þetta er gott fyrir lýðheilsuna að það sé ekki útborgunardagur í dag. En er ekki bara högg fyrir það að vera í vaktafrí í dag? Er ekki bylgjan er fertug í dag? Er ekki allt flæðandi í kampaðinu og kaviar hérna? Svo er líka það er kosningavaka hjá sín á laugardaginn. Og ég var ekkert beðinn um að vinna sko. Nei. Er það ekki bara, ég veit ekki hvort ég hef verið ógeðslega fegin eða móðgæður. Já, nei, ég myndi bara vera fegin þegar þú bara glemst þú er í fríi, svo ertu búin að tala svo mikið sko, nei, já, kulnuna sem þú ert í bara einmitt svo komið hérna einmitt fram fyrir þau sem eru kannski að hlusta í fyrst sinn það geti alltaf gerst, einhversi að hlusta í fyrst sinn jafnvel þó við séum búin að gera 162 þætti og eiginlega fleiri að þeir tveir hafa ekki best út af svona einhvern tæknið vandræðum þá er ég sko, hvað ætla að segja ég er náttúrulega ekkert eðlilega ruglar sko. Þú veist, sérlausnir undanþágur kík í pakkan þessi konsept öll sem vil sko það er ekkert í pakkanum við vitum alveg hvað þetta snýst það er til dæmis, þú veist, þetta eru svona ímiskonar hérna ég er náttúrulega með pallborð í gær fyrsta sinn var ég í beinni útsendingu á Vísi að stýra þínu fyrsta pallborði ég var með Eirík Bergmann og Hulda Þóris Eirík Bergmann er náttúrulega stjórnmálafræðingur Hulda Þóris stjórnmálasálfræðingur og þannig við vorum aðeins að reyna að rýna í svona þessar samsæriskenningar sem hafa komið upp í umræðinu sko. Og mér er svo skemmtilegt
ég datt svona út um við vorum að tala um þetta, þú veist að vorum að tala um allar þessu upplýsingaóreiðu sem núna í gangi og maður veit ekki alveg hvað 100% allt satt og rétt, bara bæði frá þú veist, já og nei hliðinni, skilu, bara alls konar í gangi og ég spurði Eirík sko, að ég spurði þau Eirík Huldi, átti almenningur eitthvað til að séns? Svaraði nei, áttum aldrei séns sko á að þú veist, geta einhvern veginn og þá lýðræðið ónýtt vegna þess að frumforstum þess eiginlega kjósendur getur tekið upplýsta afstöðu, það ekki hægt í dag. Erfið sko það erfið og svo náttúrulega sem að var ekki núna þegar síðast þegar voru svona þjóðrakaðgræsla var það ekki bara æsið það var náttúrulega engin samfélagsmiðlar eða skilur, það voru samfélagsmiðlar en það var bara Facebook, þú veist, það var ekki þessi TikTok-member sem að tröllir í öllu sem minni mig á það, Tóti, veistu hvað Top Productions sem félagið sem að stendur á baka þessu podcasti veistu hvað það var að kaupa? Nei. Það var að kaupa svona mikrofón, svona TikTok-mikrofón til að stinga í síman okay. Nema hvað, veistu hvað ég komst að? Nei. Að það svona plugg fyrir mikrofón að þú svona halda á þessu, þetta svona sem allir áhrifavaldinir alltaf með svona halda á svona litlu mic eða setja hann svona klemmu, skilu á TikTok, lustendur kannast örugglega við þetta. Herri, nema hvað, það USB-C tengi á sendinum í mikkin og ég náttúrulega með gamlan iPhone, þannig ég með Lightning. Hvað gerum við þá? Ég veit ekki, ég þarf að fara í Elko og kaupa eitthvað myndisleika, en þú átt náttúrulega síma með USB-C, eða ekki? Ég veit ekki. Jó, ég held að þetta svo frábært lagar, við erum komin á 70 mínútu og erum að tala um tengi. Já. Þetta augljós fössar að gera í mér. Já, aðeins aftur að samsæðiskenningunum, þegar ég náttúrulega svo vel tengdur inn í þann heim, því ég hlusta svo mikið á símatíma útvarpi sögu. Og það hringdi einhver kelling í morgun alveg bara með þetta alltaf og veit alveg af hverju Þorgerður Katrín og Kristrún eru svona ákafari í jáinu að það alltaf að komast í góð jobb og fá 15 milljónir á mánuði í laun hjá Evrópusambandinu. Þú veist náttúrulega Kristrún svo moldrík sko, heldur að hún sé eitthvað að pæli Mér finnst mjög líklega. Herri, sástu viðtalið Þorgerður Katrín á bítinu bylgjunni í morgun? Nei, ég heyrði það. Og ég heyrði það hún beigði það. Þetta var svona alveg í lokin. Og hún var að tala um að henni hefði borist hótanir hún sagði, já, ég alveg örugg og síðan einhvern veginn svona kláruðu viðtal og þá var hún eiginlega bara að fara að gráta Já, ég heyrði alveg, sko, ég heyrði það alveg og Lilja Katrín náttúrulega bara snögg bara Hún var hjá mér í Pallborg í gerð Hún var Lilja Katrín Já. Vinnu Potsins, já, ég hef unnið með henni bæ á Fréttablaðinu og DF Vá Pældi því, sko Nei, þetta er við erum kannski ekki að tala bíómyndi núna Nei, en þetta er svona þetta kemur þetta okkur ekkert við en við varum bara að djóka með minnst þú fyndi að vera með alfríða stjórnmálafræðing í settinu daginn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna Jú, ég var bara að koma því að Einmitt. Og svo bara enn og aftur þá ætla ég að lýsa ánægju minni með dagsetninguna að þetta sé gert 29. ágúst sem náttúrulega í okkar heimi dómstagur Já Heimsbyggðin bara eiginlega fórst 29. ágúst 1997 í Terminator 2, Judgment Day. Þetta er Judgment Day í Terminator? Já. Þetta hefur komið fram í Já, við höfum oft nefnt þetta. Og við höfum talað um nákvæmlega þetta. Og svo þetta fæðingardagur Michael Jacksons og afmælisdagur Önnu, minnar áskæru fyrirverandi eiginkonu. Þannig að þetta er cool dagsending, sko. Heyrðu, en það er nefnilega allt í lagi þó sem að tala um USB tengi, við erum ekki og ESB USB hvort þetta meira USB eða ESB maður ég mikil USB maður sko USB-C þú veist sérstaklega sem að ESB enda skikkaði Apple til þess að setja á alla síma vissu það? Við rámaði það að því að Apple vildi bara vera með Lightning sko, vera með stegið en málum með Lightning að það er svo sökkaði hleðsluraði sko. Já, er það? Það tekur svo langa tíma Akkur heitir það Lightning? Ég hef alltaf þetta verið Einmitt, ekkert eðlilega stúpid sko En það er samt ekki skipulega dagskrá en það er líka bara eiginlega tímabært að við tökum svona uppsóp við erum búin að vera með svo mikið af svona eyrnamerktum þáttum vorum síðast með House of the Dragon vertíð 3 Já, búið að vera nóg að gera og náttúrulega Tim Curry og Dolly Parton kvöttu þennan heim Bæði 80 ára gömul Já, þetta er náttúrulega fólk sem kemur okkur við Heldur betur aðeins fiktaði í bíóbransanum Já, ég meina Tim Curry það er okkur ára Picture Show It þú veist hann er Pennywise í It Pennywise í It Frankenfurter í Rocky Horror algjörlega legendary hann er góð og Dolly Parton náttúrulega eina ástæðan fyrir innandi Tim Curry fyrst er að
hann ekki búin að leika í aðeins fleiri bíómyndum eða er það mislingur? Nei, hann er náttúrulega klárlega búin að leika í fleiri bíómyndum Já. og er náttúrulega svona óumdeilt sko kvikmyndaleikari. Dolly náttúrulega spilaði lék mörgum skjöldum náttúrulega, en náttúrulega við lítum alltaf fyrst og fremst á hana sem tónlistakonu. Já, lék hún í myndum eða? Já, hún var í Best Little Whorehouse in Texas með Burt Reynolds og 9 to 5, það er nú einn legendary myndin og hún Er það eins og lagið það? Já, hún náttúrulega á lagið og leikur í myndinni sko. Ég vissi ekki að það verið mynd Working 9 to 5 Working 9 to 5 Er þetta mynd í alveg? Já, þetta er, man ekki alveg hvað Jane Fonda og eitthvað fínir hérna með henni Já. og svo náttúrulega sko samdi hún I Will Always Love You sem var náttúrulega Whitney Houston sko gerði ódöglegt í The Bodyguard þar sem að hún lék söngkonu sem Kevin Costner var að passa upp á sko. Það er náttúrulega sko þvílíkur hittari þetta lag sko. Þetta er bíómyndalag Já. Wow, Já, nei, ekki upprunalega sko Nei. en sem sagt það var tekið Söng Dolly þetta það var? Já I Will Always Love You Já, í dans sko Ok Svo er sem sagt Whitney með cover af þessu í The Bodyguard og ég held núna bara lagi það bara þá og verið vinsællega myndin sko það var ömuleg mynd Ég náttúrulega þekki lagið Já, það er ekki lagið Þekki ekki myndina Nei. Já, maður vissi það náttúrulega og hefur sko 100% frá fyrir vanþekkingu sem er nú oft vandamál hjá mér mikið megin í mínu lífi vanþekkingin Dolly Parton, maður hefur alltaf haft hana á svona bara stalli algjör geðiða sko Já, hún var líka svo góð sko, ég er nú að tala um þetta áður sko, þú færst nefnum á tilfinninguna með þetta fræða fólk sko, þú finnur það einhvern veginn þegar fólk er svona alvöru gott sko, þetta var góð manneskja, hún var ekki það ringdi ekki byrja nasirnar á henni Dolly Parton sko. Nei og já, hvað ætla ég að segja já, líka svo samt hún Jolene sem að ég tengi við kvikmyndabransan sko, ég breyti bara til það bara Jolie don't take away my man just because you can ég sé alltaf fyrir mér að Jennifer Aniston hafi sko sungið þetta þegar Angelina var að stinga undan henni og taka bara pitt sko Jolie Þetta var góð reffi Þetta var mjög góð reffi Já, en nei, hún var í öll, var hún ekki eitt af bóluefnunum, var það ekki courtesy of Dolly Parton? Býtu, var það nú sem betur fer, mann var ekki neitt eftir þessum heimsfaraldri. AstraZeneca, nei. Var það var Jilla, byrja jóð, ég fekk þetta, Janssen. Var það ekki Janssen? Jisk, nei sem hún bara ábyrða Skulum ekki fara að flækja okkur í það Nei, og svo láta að leika hún í mynd sem heitir Rhinestone, þar sem hún leika múti Sylvester Stallone og þau meðal hans dansa í einu atriðinu og Stallone tala um að hann hafði ekki komist að henni fyrir brjóstunum hún var frekar barmikil Dolly. Er þetta ekki alltaf að fara að vera Dolly Parton og Tim Curry þátturinn? Já, við getum slengt í slókan á það sko. Og svo náttúrulega má ekki gleyma líka Tim Curry, hann lék eitthvað skonar djöfulinn í hvað heitir hún? Legend, Ridley Scott mynd með Tom Cruise þegar hann var nú ekki orðinn þar sem hann er í dag sko. Og hann svona risastór og rauður sko, og hann var 6 klukkutíma í make-up stólnum sko fyrir hverja tökku. Af hverju var hann risastór og rauður? Það var djöfull. Já, hann var djöfull. Já, ok, hann þetta er ekki, þú veist, já, hvað hefur Tom Cruise leikið í mörgum mynd? Man ekki nei, eða þú veist. Nei, helviti mörgum sko. Já. Ég sá þess að mynd í bíó, nýja bíó held ég var nú ekki hrifin af henni sko. En Tim Curry var flottur og þá ógeðslega góður Pennywise. Hann var svolítið í því að leika svona skrýmslið á bak við farðan. Hann var náttúrulega geðveikur í, þú veist að hann bjó bara legulaust í mínu martröfum sko, þegar ég var lítill. Já, sem Pennywise. Bara þegar maður sá hann litla strákin í gula rekkstaknum sko, kíkja hann niður í niðurfalli sko. Þetta er ógeðslegt sko. Þetta er algjörlega ógeðslegt. Svo var hann svona hótelstjóri á hótelunars Trump í Home Alone 2. Já, hann var mjög góður. Hann var alltaf góður sko. Hann var einn af þessum gaurum sem var alltaf góður. Hann liði bara svo, þetta var svo sorglegt að þegar hann fekk heilablóðfall fyrir svona 10 árum. Já, hann var veikur og er búin að vera bara miserable sko, og hefur eiginlega bara sagt að líf mitt búið að vera umlegt sko. Þú veist, hann sagði bara
þú veist, hann var í ykkur viðtal og bara, nei, þetta ömulegt sko. Ég bara, vil ekki lifa svona semi sko. Nei, þetta er það örgulega frekar óspennandi tilhugsun sko. Já. En hann er þá farinn á nýjar lendur. Svo líka, þú veist, að því hann lék Frankenfurter þarna fyrst á sviði og svo í náttúrulega Rocky Horror, sem legendary mynd, þá sko, var hann bara stimplaður hommi bara áratugum saman sko. Já. Sérstaklega líka því að hann eignaðist nú aldrei börn og giftist ekki. Þetta var líka svo ótrúlegt outfit sem hann var í Rocky Horror Picture Show. Já. Og maður eiginlega, ég var ekki búin að sjá myndina þegar ég kannaðist þennan karakter. Já. Og þú veist, við erum að tala um að þegar við vorum í fyrsta bekk í menntaskóla. Já. Manstu þetta Stefán alltaf sem var giftað sér hérna og hann var hérna í Spiderman þætti með okkur fyrir 2 vikum. Hann keypti hennar búning. Já. Hann keypti hennar búning hérna í Hókus Pókus og Lögunum. Já, og var í svona einhver leður búning á fyrsta grímumálningu hann. Vel gert. Pældi því. Já. Það er ekkert eðlilega legendary. Mamma sem hélt ræðu í brúðguminu sko, talaði um þetta moment sko, þegar sonur hennar hefði komið heim og tjáðin að hann ætla að vera þessi karakter. Frankenfurter. Hann var bara, ertu viss? Og hann gerði þetta bara samt sko. Svo bara svo klárum Dolly, þá var svona blaðamannafundur í Dallas þegar í kringum frumsýningu 9 to 5 og þar sem sagt fengu gagnrýnendur Siskel og Ebert sko aðskilið audition með henni, en áttu engafund sko. Og Ebert sagði sko í ævisögunni, I had been granted a private half hour with Dolly Parton and as we spoke I was filled with a strange ethereal grace. This was not spiritual nor was it sexual, it was healing and comforting. Og svo bara segir Siskel bara, heyrðu Roger, mér leiði bara alveg nákvæmlega eins. Já, hún bara yfir náttúrulega að vera gyðja. Algjörn töffari sko. Þetta var ótrúlegt hæfileika punkt. Já. Bara hlutin sem hún gerði sko. Já, heyrðu, það var nú þannig, já. Einmitt. Hvað er annars það er náttúrulega, veit ekki, ég er búin að vera á fullu í alls konar weird glápi. Já, eitthvað sem þú vilt deila. Já. Deila með honum. Ég mæla með, ég veit bara ekki hvar maður byrja sko, ég er náttúrulega kíkt á risaðilumyndina Ertu búin að sjá hana? Já. Ég var eftir að sjá hana. End of Oak Street. Mér langaði svolítið að sjá hana sko. Já, hún er skemmtileg. Já, er það? Já. Þetta er svo mikið lauma. Já. Bara eitthvað mynd með Anne Hathaway Ewan McGregor og í eitthvað útkværi og síðan flist útkværið á risaðilu aftur á júratímabili þú veist já, þetta er náttúrulega allt alveg take my money yfirgengilega fárlegt en alveg mjög skemmtileg mynd og sniðu en þetta er ekki svona mynd að þú bara Oddur, við verðum að gera sérþátt Nei, okay. En þetta er samt bara þetta er bara, þegar ég held að maður gæti alveg fólk gæti farið í eitthvað svona fordóma hvað er þetta, eitthvað risaðilur í útkvöru þetta er bara mjög skemmtileg mynd og fín spennuatrið og nánast alveg aðra við hrylling stundum sko. Já, betur en nýjastu Jurassic Park myndina. Já, ég held að mig alveg segja að þetta sé betur en World bunkin sko. En þetta er alltaf bara gaman og mér sé Anne Hathaway bara svolítið sniðu að fyndin já, bara hún greinlega alveg svona já, hún er held og hún er alltaf myndaleg. Já, hún eldist ekki. Nei, hún eldist bara. Og jú, McGregor er náttúrulega bara einn af okkar mönnum. Já, er hann ekki búin að vera svolítið rólegur eða hvað? Ég man ekkert eftir hann í eitthvað búin að vera duglegur í mynd. Hann er alltaf að gera eitthvað. Er hann búin að leika svið eða hvað er hann búin að gera? Nei, hann er alltaf að gera eitthvað. Við vorum nokkur ár síðan hann var í Obi-Wan Kenobi. Já, hann er nefnilega komin nokkur ár. Svo var eitthvað Gentleman in Moscow eitthvað þættir sem var. Já, alveg rétt, já. Og hann poppar hann í þarna, hann leik alltaf í Fargo líka. Þóttunum. Hann kemur víða við, sko. Einmitt, já. Ég er bara, sko, Tóti, ég er bara búin að vera pikkfastur í Reacher. Akkur er öll serían komin? Hún er ekki komin? Ha? Ég byrti að skoða 4. seríu og það er bara eitthvað 8 þætti konir eða eða 7 eitthvað. Er ég rugglaður? Nei, ég held að hljóta vera. Ég var að horfa á hvað, var ekki 50 þáttur bara daginn? Þetta er svona, fyrir þau sem ekki vita og er að hlusta, þá er þetta spennuhættir sem byggja bókunum hans Lee Child Jack Reacher. Hann er svo bara að láta kalla sig Reacher sko. Hann er svo fyndið að ég elska þessar þætti. Ég hef aldrei lesið bækurnar en þetta er svo fyndið hann er semst alltaf á einhver nýjum stað. Já, það er svolítið 3 seríur
núna er þetta fjórða serían sem í gangi núna og hann hann í Philly Já. í Philadelphia, þetta svo gott sko. Ég fíla þetta svo vel mínum bókum þá þetta 8 þátta vertíð Herru, já, ég miskili það munurinn á Prime og hinum streymisveitunum að það stendur hérna bara það konið 5, þú getur spila 5 þætti en það eru 8 þættir þú sérð 8 þætti gott podcast en já við erum búið með 5 þætti og þá eru 3 þættir eftir og þetta er svo gaman þetta er svo skemmtilegt Nei, þetta er svo skemmtilegt, þetta er svona þú veist, ég komin í þátt ég í þætti 2, ég eiginlega búið með hann og ég ennþá ekki alveg 100% viss hvert plottið sko nei. En það snýst einhvern USB-kupp og einhver skjöl og einhver kona sem þú veist eitthvað, það gerist eitthvað hræðilegt þetta er ekki að spoila að þú spilla neinu að þú veist, þetta er bara, en þetta er svo genuinely þetta er svo skemmtilegt við höfum talað um þetta áður, þú veist, þetta er bara svona þetta er ekkert flókið, þú þarft ekkert að vera eitthvað svona alveg 100% eitthvað, hvað er að gera sinna þú veist, oft er svona þættir það sem þú verður að lesa 100% í alla samræður eitthvað, bara að skilja hvað er í gangi sko af því það er svo intellectual skilju sem bara geðu þetta, ég fíla það líka en þannig ertu bara, þú veist, Reacher, hann er bara að komast að einhverju berja þennan, fara þangað, hitti þennan, bjarga þessum hann er ógeðslega klár og að því að hann er alltaf sko, hann er flækingur sko, hann ákveður ekki heima með útrunni vegabrif og tannbursta í vasanum og þegar hann kaupir ný fött sko, þá hendir hann föttunum sem hann var í sko, hann er með alveg minimum farangur sko og svo þvælist hann bara á milli ríkja og bæja og alltaf lendir hann á einhverjum mjög vondum mönnum eða vondum fólki sem er að nýðast á einhverjum smælingum og hann getur ekki látið að eiga sig sko. Hvernig finnst þér, bara þannig við tölum þetta, hvernig finnst þér hérna leikarinn, hann Alan Richardson, hvernig finnst þér sem að leikur aðalhlutverki sko, hvernig finnst þér hann er risastór massakökull sko og ég er alveg sko kaupan, ég var með allt einhvern veginn öðruvísi Reacher í huga þegar ég er náttúrulega búin að lesa alla bækurnar sko sem er orðnar eitthvað 25 eða 6 og ég var alltaf með ungan Scott Glenn í huga þegar ég var að lesa þetta sem að lék Stick í Daredevil blinda það er svolítið talað um það í bókunum að Reacher er sko, hann er ekki svona snoppufríður sko hann er sexy hunk sko en hann er ekki svona myndalögur sko Já, ég skil Scott Glenn er alltaf svolítið svona 87 ára gamall Scott Glenn fættist 1939 en þessi Alan Richardson ég er alveg búin að kaupa hann sko og mér finnst hann bara gera þetta helvíti vel sko ég bara get ekki átt með á því sko þegar hann fær náttúrulega ótrúlega skrýtna línur þú veist, Reacher er eitthvað þú veist, hann er alltaf svar í eitthvað svona quips þú veist, það er mjög erfitt að útskýra þetta er vont podcast kannski en þú veist, þegar maður er búin að horfa á þetta hvernig hann svarar, samskiptin eru svo fyndin og ég get ekki átt ég bara átt mig ekki á því hvort að þú veist, þetta er bara handritið eða hvort að hann er að leika þetta illa eða hvort hann er lélegur leikari hann er styrður sko. Já, hann er svona smá styrður en svo er ég samt bara svona hvernig öðruvísi ætti hann að leika þetta sko, skilur, hvernig öðruvísi ætti hann að leika þessi svör þessi tilsvör þetta hlutverk hendunum ágætlega en hvað við höfum síðan hérna í Ministry of Ungentlemanly Warfare eitthvað 1-2 árum Guy Ritchie mynd það sem hann leikur svona eitthvað sérsöfta mann og svo er hann náttúrulega í þessari Motor City sem er nú meira og minna ótöluð sko, þannig en hann er ekkert sko, hann er engin geggjaður leikari en hann gerir þetta fínt í Reacher sko og svo er þetta bara svona eins og í gömlu alltaf sjónvarpsþáttunum, hvort það var Kung Fu eitthvað, hetjan kemur alltaf í næsta þætti, kemur hún í nýjan bæ og leysir eitthvað mál og heldur svo áfram sko og þetta er sko, þetta er byggt á bókinni Gone Tomorrow sem er örugglega 12 eitthvað sko bókin og er eina mínum uppáhalds og er meira að segja sko, hún er skers úr hún er svo í fyrstu persónu yfirleitt er þetta þriðju persónu frásagnir í bókunum sko. Já, hún er öðruvísi þessi bók Já, aðeins, það eru nokkrar sem hann hefur skrifað í fyrstu persónu og sko, þegar við tala línunduna svona sko aðal línarnas Reachers í bókunum er þögn alltaf Reacher said nothing og mér fannst þetta í fyrsta skipti í þessum þáttum 4. seríu, þá gera þetta held ég í fyrsta þættinum og var hann sko handtekinn og að vera yfirherran og hann þegir alltaf bara mér fannst þetta alveg frábært sko þetta er tóken Reacher bara þetta er svolítið þegar að gera þetta var Reacher said nothing þeir eru svolítið svona búk svona, þeir eru heiðarlega, þú veist
Þeir eru alveg að sinna bókinni. Já, samt ekki nefnilega, það er sem að ég líka fíla við þess að þætti að þeir breyta það miklu að þú veist þetta, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta endar og ég veit ekki, þú veist, það eru svona surprise faktora, En sko. þetta er ekki eins og í Harry Hole þáttunum á Netflix sem byggja nú á okkar manni Nesbu það sem saminu nokkra bækur einhvern veginn í eina seríu. Já, nei, þetta er ekki þannig. Þeir halda sig í Reacher við það meikar líka svo mikið sens. Akkur myndirðu ég veit það ekki. Akkur myndirðu gera þetta? Nei, ég skildi ekki. Nei, það Harry Hole var geðvik seríu samt. Ég mæli með alla að horfa þetta. Já, þarna voru teknir sko svona þræðir úr örugglega 4 bókum sko. Já. Sem að náttúrulega þá ertu líka bara að eyða púðri sem þú getur notað seinna sko. Og það sem að hræðminu svolítið er þetta verður gert núna við Slow Horses. Það verður 2 bækur settar í eina 6 þátta seríu sko. Sem er að byrja núna í september það hljómar ekki nú vel. Það er nýr sjórænir og það er náttúrulega komin trailer og mér finnst ég sé það á trailernum að það verður einhver svona tempo eða taktbreyting sko. Nei. Hvort sem að verður til góðs ekki, það verður bara komið ljós sko. Þetta er óhugnilegt. En ég horfði líka á þættirinn sem þú talaði hérna fyrir nokkrum vikum, Ride or Die. Já, með henni Hönnu Waddingham. Mér finnst þetta mjög skemmtileg. Þetta eru gelluhættir eins og þú sagðir. Ég keypti það þegar þú sagðir þetta þegar þau voru svolítið svona, þetta er svona þættir launmorðingja. Konu sem vinnur sem launmorðingi. Og býsna góð. Og svona samtök sem hún er í sem sinna launmorðum. Nema hvað þetta eru geðveitt léttir þættir. Þetta er ógeðslega fyndið. Við vinnum við að drepa fólk. Geggja gaman hjá okkur. Þetta er ógeðslega fyndið. Það er skemmtilegt sko. Og talandi Hönnu Waddingham þá horfi ég á Ted Lasso bara í rauntíma, nýr þáttur í hverju viku, svo kemur alltaf miðvikudögum, maður er með dauða viku, Ted Lasso, Reacher og eitthvað eitt enn að miðvikudögum. Nú hefur ekkert að gera mánudegi, þriðjudegi. Nei, en allavega þar er náttúrulega Hanna Waddingham alveg frábær eins og alltaf á eigandi liðsins sem hann Ted Lasso er komin aftur að þjálfa. Er hún að fara á flug serían það? Já, ég veit að þetta er kannski svolítið svona bara business as usual, nema þetta er stelpuboltinn og svona svolítið verið að svona koma til að hvað fjölmiðlar og allir eru svona áhugalausir og leiðilegir við stelpuboltan sko. Sem manni finnst kannski eiginlega of seint í rassin gripið sko, sérstaklega á Íslandi sem við tökum bara stelpuboltan bara mjög hátíðlega og alvarlega. Og litla systir mín var í fyrsta spútningliði Breiðabliks í kvennaboltanum sko 80 og eitthvað. Já, er þetta eitthvað svona stikk í þáttunum eða hann segja þjálfa kvennaliðið? Já, það er bara hann er alltaf bara búin með sitt og komin heim til Bandaríkjanna, svo er hann kallað tilbaka til þess að gera búst í nýtt kvennalið Richmond eða eitthvað. Já, ok. Það á að þú veist og þá svona peppa það eða þú veist, ok, make a sense. Ég man ég byrja á fyrsta og mér finnst þetta vera svona helviti lúið sko. Já, þá líka voru þið í Bandaríkjunum að sækja hann. Það var ekkert að frétta sko. Nei. Komið til England. Bandaríkjun er leðilegt sögusvið. Já, alltaf. Já, og svo, ég vil ekki vera alveg frjálsann að sögsa, svo er ég búin að vera að horfa á Disney. Þetta eru Hulu þættir sem heita Furious. Heyrðu, það var einhver að tala um þetta. Já. Það var einhver að segja mig frá þessu. Já. Þetta er gott sko. Það var einhver í vinnunni að segja mig frá sig. Ég man ekki hver, það var einhver sem sagði að þetta var í geðveikt og ég yrði að horfa á þetta. Þetta er ógeðslega gott. Já. Og þetta er svona konu raðmorðingi og var sem sagt mjög ung tekin sem sagt gerð út í vændi og er náttúrulega bara mjög reið og traumatísur og er að drepa svona perra kallana sem er í kringum hennan batna vændisring sem hún lendi í sko. Okay. Svo er löggan FBI-gælan sem er eldana, hún er líka með svona traumatísera fortíð. Já. Og það er lokaþátturinn kemur á mánudaginn. Það er þannig. Já, og þetta er bara orðið mjög spennandi og er mjög áttahættir. Já, og þetta er svona minnir svolítið á bara áferðin, minnir á Mayor of Easttown og Tusk sem var með Mark Ruffalo fyrir. Þetta er svona ég horfði aldrei að það. Nei, þetta er svona gritti og rátt og svona ekki, þetta er ekki svona, þú sér svona veruleika sem við erum ekki vön að sjá í Hollywood stöffi. Það er glemdist að setja glans áferðina.
ljótur heimur sko. Ég þarf að horfa á þetta. Já, þetta er gott. Það ekki? Jú, þetta er alveg bara prímastöf. Já, það er á Disney og Hulu en Reacher er á Prime. Já, ég er líka múin að vera með aðra seríu í gangi. Já. Silo, Já, það þriðja er serían. Já. Þetta er sci-fi, náttúrulega. Já. Gerist í þessum heimi það sem að allt er búið að enda í rauninni, að það lifa allir í svona risastórum sælóum og hún er svo flott í þessu. Hún er okkar kona sem að leikur í Dune, þessi sænska, manstu ekki eftir henni? Þetta er ótrúlega velskriðað, þetta byggir náttúrulega bókum og þetta heldur mann alveg. Ég er að tala um Rebecca Ferguson. Já, hún er helviti góð. Já, hún er helviti góð sko. En ég hef ekki farið í þetta og rosalega mikið sci-fi á Apple TV. Já, alveg, já, mjög mikið. Sci-fi í stöðin. Já, mjög mikið sko. Svo er ég svona búin að vera að horfa á Shrinking líka. Apple TV svona með raugunum sko, með Harrison Ford og Jason Segel. Jason Segel er svolítið gamalkunnu hlutverki þar sem hann er búin að syrgja konuna sína og er sálfræðingur. Svolítið svona Forgetting Sarah Marshall vibe sko, þar sem hann er sorgmættur allan tíman og Jason Segel sorgmættur er bara svo fyndið sko. Og hann er náttúrulega einn af því sem framlega þáttinn og skrifa þetta sko, hann bara hefur skrifað þetta fyrir sig. Og Harrison Ford svolítið að sækja launa til hann bara leikur svona yfirmanna sko, svona sálfræðingur sko. En skemmtilegt, það er alltaf gaman að sjá Harrison Ford sko. Já. Svo hvað ég sá að spyrja Harrison Ford daginn, hvernig leiðir að leika rauðan hulk, var ekki eitthvað? Já, þarna er það sko, það sem að peningarnir skipta máli sjá til sko. Já, það er svo heiðilega með þetta sko, bara ég veit ekki, eins og hann er viðtur og einhverja starfsnörda sko, bara ég veit ekkert hvað það er að tala um sko, ég veit ekkert, ég bara mæti og leiki það sko. En sem sagt ég bara slísast inn á þetta á Prime daginn, fyrir þau ykkar sem er að borga 1000 kallin á mánuði fyrir Prime. Já. Það var 800 kall á mánuði þegar við vorum að tala um að í fyrra hitti fyrir að það komið 1000. Og veistu hvað, Netflix kostar? Já. 3500 kall á mánuði. Já. Þetta er laupur hvað þetta er dýrt. En þetta er heimildaþáttur eða mynd The Sound of 007 og þetta er bara tónlistina í Bondmyndunum og lögin. Það er ógeðslega gaman að horfa á þetta. Þetta er alveg sjúklega góð lög. Já. Og mikið tala við Billie Eilish og Phineas og þetta mína menn Duran, John og Simon segja því sko að John Taylor sem sagt, var að pestera Cubby Broccoli í einhverju partí bara, hvernig ætlaði að koma með gott bondlag er ekki komið tíma að koma með gott bondlag þannig að það var bara, vilt þú ekki bara gera þetta og jú tókil eina bondlagi sem er farið á toppin á bandaríska listanum og það er bara svona sögur í kringum þetta og þetta er John Barry sem er náttúrulega svona John Williams Bond heimsins, hann poppaði upp stefið sko, þetta legendary Bond stefið er náttúrulega bara eitt þekktasta stef ever sko og er ógeðslega gott og hann sem sagt og hann er sem sagt að semja þetta á píanóið heima hjá sér og Michael Caine var í einhverju húsnæðisvesinu og fekk að gista hjá John Barry í einhver tíma og sem sagt til að geta sofið á, það var eitthvað, ég held að Michael Caine hafi verið að leigja með Terence Stamp og það var svo mikið svona kvennafans í íbúðinu en hann forðaði þessi sko svo lá hann andvaka bara og nóttina sem að John Barry var að semja Goldfinger sko þannig að Michael Caine segir frá þessu þannig að ég er fyrsti maðurinn í heimi til þess að heyra Goldfinger og það gerði þetta bara, það var bara einni nóttu þetta er mjög skemmtilegt þetta er rosalega gaman sko og fyrir mér náttúrulega því að sko ætli ekki verið svona 10-11 ára þegar mamma fór með mig í Fálkan og keypti handa mér plötu, vínil, James Bond Greatest Hits sem ég spilaði í drep bara alla mín æsku inn á fullansár og þetta er bara búið að vera að rúlla á fónum hjá mér núna já, svo er ég búin að kaupa sko nýja 3 plötu það sem að nær sko seinni lögunum endar á Billie Eilish svo líka fór ég aftur að horfa á No Time to Die sem er alltaf frábær, ég er alltaf að sjá betur og betur hvað No Time to Die er ógeðslega góð mynd. Hvað finnst þér að ég bara hef ekki séð hana síðan í Sony Bio? Það finnst það allt í lagi sko. Já, líka Skyfall var líka frábær Spectre var ekkert eðla skrítin Quantum of Solace var ekkert eðla skrítin Casino Royale var frábær þetta er svona Daniel Craig frábær mynd ekki góð, go want Já, en þetta er allavega bara virkilega svona upplýkandi sérstaklega fyrir fólk sem er eitthvað í Bond pælingunum sko, ótrúlega líka hvað þetta er sko
bara hvað Bond sko, trakkar hann tíðarandan eða bara mótar hann sko, í tónlistinni sko. Þetta er eitthvað mjög djúlega hvað er í gangi með Bondaran núna ég held að þú ekki að taka neina ákvarðanir sko. Veit ekki hvert alltaf að fara með þetta lítur ekki vel út það er einhverju svona bjánar núna á Prime núna á Amazon ég á þetta og hvað ætlar að gera ég væri frekar til í að Broccolini væri með þetta sko. Broccolini sem voru að selja þetta hvort þeir eru að tala um grammendið eða fjölskylduna bæði tengist þetta eitthvað herru, hvað aldrei ég hef gert fyrir viku Tóti? Ég var að koma að ef að hættum ég fór í viðtal sem sérfræðingur segðu frá menningaveturinn á RÚV sem að vera sýndur í kvöld föstudaginn 28. ágúst þetta verður í kvöld á RÚV mæli með þessu, ég er í viðtali kvikmyndaveturinn framöndan, trúir og þetta var gott líka plan fyrir mig okkur skilju, það var gott fyrir mig að plana til að tópa sko og Guðrún Sóli Gestsdóttir tók viðtalið við mig og hún svo ánægði með mig sko að ég kann tala þetta, ég kann tekið þetta einlega svona one take wonder sko. Já, þú ert náttúrulega topp maður það eru vist margir viðmældur sem að muni ekki nöfn og þurfa að stoppa og byrja aftur ég tók þetta eiginlega alveg búin nema að ég myndi ekki hvað og ég man það ekki eins og núna Resident Evil hryllingsmyndir, ég myndi ekki hvað hann ég get ég alveg bara myndin sem byggir á töluleik þú veist, og það er náttúrulega spennan fyrir henni núna þegar Zack Cregger sem að leikstir í Weapons og Barbarian er að gera hana sko. Ég komst helviti vel frá þessu við erum að tala um að sko hvar er draumunin er að koma í byrjun, verður ekki að gera eitthvað hana ég er bara að eip úr spenningi hvar er draumunin, enda sönga minn sem byggir á tónlist Sárnarsjóns míns og svo kemur svo kemur lok oktober kemur okkar maður, Hannes Þór Halldórsson með Ice Guys, the movie við þurfum að, við erum að fengið hann í viðtalina hann er frábær umhaldi við þurfum að fá hann í viðtal síðan er náttúrulega bara fullt að myndum að koma The Invite, það er allir að tala um hana A24, Olivia Wilde er leikstýrinni maður er alltaf svolítið spenntur fyrir Olivia Wilde bara það er alltaf trillingur í kring Seth Rogen, Ed Norton, Penelope Cruz leika í henni skilju, leikur svona par sem er þú veist, þetta er svolítið svona villibráð svona par sem er í, tvö pör sem er í matabóðu eða eitthvað að rífast svo er það Brink of War sem kemur í oktober þetta var allt tekið þetta er höfðafundin 1986 þegar Ronald Reagan og Gorbachev hittust þú ert mjög spenntur það var nú meira stuðið maður gott andvarp, svo er Social Reckoning á leiðinni það er framhaldið af The Social Network við erum spenntur fyrir því, Jeremy Strong hleypur í skarðið fyrir Jesse Eisenberg sem að vildi ekki halda áfram að leika meintan Zuckerberg sem leikur Mark Zuckerberg svo er Godzilla Minus Zero framhald af Godzilla Minus One að koma líka og síðan er náttúrulega bara desember það er náttúrulega að vera litlaust sko. Dune 3 og Avengers Doomsday 17. desember sama dag þú veist, Tóti mannst þetta er öðru eins ár fyrir kvikmyndahús er þetta ekki bara að þetta er alvöru comeback with a vengeance þetta er allavega frekar góður katalógur af myndum og það sem besta er það hafa oft verið góð ár en fólk hefur samt ekki drullast í bíó sko. það er hvað sem veldur þá er bíóið bara að ná vopnum sínum það er nefnilega máli sko. og ég held að þetta sé náttúrulega svona viðbragð við eitthvað heimur og viðbjóðslegur fólk er fara að kaupa aftur og spila vínilplötur og svo bara maður forða sér í þetta vöruga gamla góða einmitt, svona back to basics Svo ég horfði á marathonmann ég tók sjálf okkur orðið hlaupamyndin mín var marathonmann helviti góð ég hefði þetta að hlaupa sko, ég sá eftir ég hafði ekki tekið 10 Laurence Olivier er náttúrulega leikur sko, nasista sem er í felum og er að kúldrast með einhverja demanti bankóli og Dustin Hoffman er sem sagt hlaupbarg ykkur inn marathonmaðurinn sko. ég veit ekki hvort þú kannast við þetta en hann náttúrulega borar hann er tannlæknir nasistin og fer að bora í heila tönn hjá hann til þess að pína hann sko. alltaf is it safe hann er svo ágjöfullur að vera rændur þegar hann fer í bankana sem ekki að demantana síðan og þar mættu sko klassískur leikur Oliver er náttúrulega bara old school einn af bara bestu leikum breskrar leikhús og kvikmyndasögu og Dustin Hoffman sem er meðþáttmaður og svo átti persónu Dustin Hoffman var sko ekki búin að sofa neitt það var Dustin Hoffman að halda sér vakandi sko til þess að vera sko þreyttur þegar sko til þess að vera í karakter og er eitthvað að tala um þetta og Laurence Olivier bara have you ever considered just try acting my boy
Sturtaði þessu method krabbi bara niður bara leiktu bara geggjör sko. Erum við voruð stressaðir? Við þurfum að fara að klára Við erum að fara að funda með Kolbrún Bergþórsdóttur guðmóður þessar hlaðar menningadrottningu Við þurfum að taka stöðuna á samfélaginu þjóðfélaginu, ræðu þjóðfélagsmálin Við erum ekki að bjóðina bara í þennan þátt Hún er reyndar aldrei mætt hún tregi í taumi en hún hefur komið til okkar Hún hefur komið, rætti adolescence gaf okkur 20 mínútur minni og þetta er bara enn einn frábæra áminning það að þættirnir okkar eldast eins og gott vín þáttur adolescence með Kollu er til dæmis geggjaður hann er bara nýr í dag en við kannski bara förum að taka hann upp bara á kaffihúsum með þessum mikrofón sem við erum konum með millistíki við erum með svona áhrifavalda Ertu ekki ánæður með mig að Top Productions að splætti inn á mikrofón Ég ætla nefnilega að fara að gera þig að TikTok-stjörnu Já, ég fylg létt með það Það ekki Talum uppáhalds bíómyndina þínar á 5 sekúndum haustið og já, svona, og svo verður alltaf verið svona húkkur eitthvað svona, mamma hann er mella og þetta er húkkurinn og síðan, þú veist, síðan myndbandi tengist það ekkert þú veist, tengist ekkert þessari fulleringu mamma hann er mella, þetta var bara gert til þess að grípa athyglinina þína þannig horfur á þetta Hvernig er þetta? Amma þín ég var alltaf með það penkarnir og alltaf með þetta í gamla það var hvað ég var Amma þín Það er mjög gott sko. Ég var með þetta sem kallfrið þegar ég var fullur hérna einhvern tímann í nokkur ár sko alltaf Amma þín Það veist að ég er svo fegin og þú ert ekki lengur fullur þú varst alltaf að snappa fæt sko. Það eru mjög margir mjög fegnir Það ekki? Það var svo vond sko. Við erum bara bestið, þetta var geðvig yfirferð Já, ég var eitt en ég ætla að taka halvan þáttinn undir þetta en hérna ég tók mig til daginn og fór að hlusta á ævisögu Carey Otis sem er fyrirsæta og var gift Mickey Rourke og ég fór bara beint inn í það sem hún kynnist Mikka og ég er náttúrulega eiginlega bara í sjokki sko. Ég vissi alveg að hann væri klikkaður en hann er svo veikur þessi maður og var hræðilegur við hana sko, árum saman sko. Allar helstu bara svona kúunar búlíista klísjur sko. Og svo hérna þolir hann ekki jólin hann bara leggst í rúmið í aðdraganda jóla af því að hann átti viðbjörsla æsku og það gerðist eitthvað jólin einhvern veginn þegar hann var barn sko. Hann bara getur þetta ekki svo, hérna, og hún þau eru bara okkur hótelherbyggi bara og hann bara kemur ekki fram úr þá ringir hún í eitthvað besta vin hans og segir að vera að gera eitthvað og þá kemur hann bara skelltir í sturtu þú ert að vera setja í matabóð þá var það boð hjá John Gotti sem var þá náttúrulega bara mafíukongur í New York sko og bara hún er hérna nýja kærastan bara eitthvað tæplega tvítur bara dröslað á eitthvað hótel sko það fer mikið fyrir John Gotti í The Sopranos bæði ég er að horfa það aftur núna og það hún gekk bara inn í Sopranosinu sáttu bara 8 gaurar púandi vindla og verandi stóri og þá leiði Mikka svona rosalega vel bara John Gotti bjargaði jólunum sko á svo gaman það er ekkert eðlilega fyndið mafíu sem bara bjargaði jólunum sko Já, og svo hérna þá fór ég eitthvað að skoða safnið mitt og bara var að fatta að mig vantar bara lykilmyndir í DFD-safnið mitt Kolla var að senda með SMS, hún er komin, situr úti Hún situr úti? Já Við verðum að slaufa Já, ég bara áskil með þá réttlis að klára að tala Mickey Rourke og DFD-safnið mitt í næstu viku Já og hérna ég er búin að horfa á nokkrar af sko seinni myndunum sem eru hræðilega vondar sko, ég er alveg bara ég stönd þegar að koma líka SMS frá Kollu hingað, til mín bara nei eða já, af eða á nei eða já, af eða á Ammaðin